Sushi, alltaf ferskt. Netto. Jæja, Árni, kveðju stund, erfitt að kveðja vinnufélaga? Já, það er það nú alltaf sko, sérstaklega þegar maður hefur starfað lengi með þeim og þykir mjög vænt um það, þá getur það verið. Hvernig finnst þér svona eftir að vera hérna í töluvert langan tíma sem utanbæjar maður, hvernig tilfinningar berðu til Reykjanesbæjar núna? Það er allavega þannig að það þarf eitthvað mikið að gerast til þess að við höfum áhuga því að flytjast úr þessum fallega og góða bæ sem er búið að byggja upp og mjög margir hafa tekið þátt í því. Þannig að það kannski segir mest hvað við erum bara stolt af okkar samfélagi og hvað það er gott, bæði gott fólk hér og hvað hefur margt tekist vel. Auðvitað þurfum við að halda áfram og ég bara vænti þess að góðu menn hjálpist að við að halda áfram að byggja upp samfélagið. En það er svona bara efst í huga hvað þetta hefur tekist vel og við höfum verið hér í 12 ár og við viljum vera hér áfram og njóta þessa samfélags. Hefði þið órað fyrir því þegar þú komst hérna á sínum tíma, þú yrðir hérna svona lengi og svona mikið ævintýri var framöndan? Ég sækist nú alltaf í ævintýri sko, en ég held að það sé alveg rétt að ég bjóst ekki við að vera svona lengi, en það var ég mikið að hugsa þetta áramótin, hvort að var hægt að stíga aftur áfram. Það auðvitað hafa gerst hlutir á þessu tímabili sem hafa tafið fyrir okkur eins og þegar að varnarliði fer og það þarf að eiginlega endurskapa atvinnugrunninn hjá okkur. Þannig að það svo kemur hrunið, þannig að það er svo margt sem að ýtti á eftir að við þyrftum að halda áfram. En þessun er svo fegin að við lögðum upp með framtíðarsýn, mjög skýra sýn sem að allir átt að fá að taka þátt í og þau vinnubrögð sem við höfum þjálfað hér í Reykjanesbæ og vorum einmitt að fá stjórnsýsluviðurkenningu fyrir. Ég held að það hafi skilað okkur svo vel áfram og komið okkur í gegnum mjög marga erfiða þætti sem ég veit ekki hvort fólk átta sig almennt á, en það er svona held ég að muni gera þegar að fram í sækir. Nú ertu áfram bæjar fulltrúi og verður sem slíkur. Hvernig hyggstu beita þér fyrir bænum núna? Nú vil ég bara hjálpa mönnum sem að vilja kalla sig í meirihluta. Ég er reyndar alltaf spurt hvað er meirihluti og hvað er minnihluti. Er það ekki málefnin? Og ef að menn bara eiga saman þau verkefni sem eru framöndan, þá er ekkit annað en að starfa vel að þeim. Ég hef gríðarlegan áhuga á því að fylgja skólamálum eftir, langar til þess að starfa sem bæjarfulltrúi inn á þeim vettvangi, þannig að vonandi tekst mér að gera það og tryggja að þessi frábæri árangur hann festist í sessi. Það reyndar ekkert í lífinu þannig að því getur öllum hnignað sko, ef maður heldur ekki við. Þannig að það er mjög mikilvægt að við bara náum saman að halda áfram. Gætirðu hugsað þér að leiða sjálfstæðismenn aftur ef til þín væri leitað? Ég er náttúrulega að leiða sjálfstæðismenn. Já, í næstu kosningum. Segja það, en hvort að maður fara að gera það að fara að nálga 70-aldurinn, ég veit það ekkert, ég er ekkert að gera ráð fyrir því. Ég tel að ég verði kallað til annarra verkefna, sko. Það er alveg skýrt að á þessum tímamótum og þá er ég að hætta hér sem bæjarstjóri og ég mun taka að mér önnur verkefni. En ég vil samt leggja mínu samfélagi lið. Ég er í raun og veru búinn að vera í samfélagslegri þjónustu alveg frá því ég kem út úr skóla. Fyrst inn í Reykjavík og svo hingað með stuttu millibili. Þannig að ég held að sé nú alveg allt í lagi að maður horfi á svona víðara svið, en ég mun áfram leggja mitt til samfélagsins.